er hann flókin heimur. En það verður ekki sko sett upp sætið og það koma engir á þessu fundi. En það er sjálfsagt að það er ísbúin sko. Nei. Já. Ég er ekki Já, við erum sérstaklega góð. Hvað var ég að þykja stóla fyrir áhörðum? Nei,
Bara komin. Ég býð ykkur velkomin á 27. fund bæjarstjórnar kjörtímabilið 2022-2026 sem haldin er í Grænuvör 5 Selfossi og við byrjum á mætingu og það er Brynhildur Jónsdóttir sem hér stendur, bæjarfulltrúi D-lista, Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista, Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, Sveinn Ægir Birgisson, bæjarfulltrúi D-lista, Helga Lind Pálsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista og Þórhildur Dröfn Ingvadóttir, varabæjarfulltrúi D-lista, Sigurjón Vídalín Guðmundsson, bæjarfulltrúi S-lista og Arnar Freyr Ólafsson, bæjarfulltrúi B-lista, Elli Tómasdóttir, bæjarfulltrúi B-lista og Álfheiður Eimarsdóttir, bæjarfulltrúi A-lista. Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista er rétt ókomin og starfsmenn er Sigríður Viljánsdóttir lögfræðingur. Og áður en við göngum til dagskrár þá er ykkur athugasemdir fundarboð. Ef svo er ekki, þá er fyrsta mál Hnjótur skipti á landi. Samkomulag vegna lagningu göngustígs Litlahraun, lóð 3, landnúmer 217 283 og jörðin Hnjót, landnúmer 166149. Sveitarfélag Árborg hefur í hyggju að leggja göngustíg niður að Eyrarbakka og Stokkseyri sem meðal annars liggja lóðina Litlahraun, lóð 3, sem er í eigu sveitarfélagsins og jörðina Hnjót. Sveitarfélag hefur náð samkomulagi við landeigendur og samþykkir sveitarfélag að kaupa og landeigandi að afsala sveitarfélaginu úr jörð sinni land undir göngustíginn í tengslum við framangreinda framkvæmdir. Og undir þessu eru fylgiskjöl bæði afsal og skipting á landinu og drög. Er einhver sem vill taka til máls undir þessum lið? Arnar Freyr Ólafsson, bæjarfulltrúi B-lista, gjörðu svo vel. Já, virðuleg frú forseti og aðrir bæjarfulltrúar, þá vil ég bara fagna sérstaklega þessum lokahnykk að tengja saman þennan stíg, eða við getum sagt allavega að það er komið samtenging þegar við erum komin þarna í gegnum landið Hnjót og ég vil eiginlega bara hvetja alla sem að koma að málinu að koma því sem fyrst til framkvæmdar og ég var í rauninni mjög svekktur í sumar að horfa eftir sumrinu eins gott og það var að það skildi ekki nást tenging yfir land Hnjót sem að þó hefði verið sko ef að tengingin hefði náðst að þá hefði verið hægt að nota stíginn bara við hjólreiðar kannski með aðeins þykkari dekk en það hefði verið notað. Þannig að ég í sjálfu sér er bara afskaplega glaður að sjá þessa lúkningu málsins og framsalið virðist hafa átt sér stað og lögfræðingur sveitarfélagsins kláraði samninginn með birtum og það er bara allt hið besta og vil ég þá hvetja framkvæmda veitusvið að hefja lagningu eða hvetja verktaka í að taka og klára verkið sem fyrst. Takk. Já, takk fyrir þetta og Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista er mætt á fundinn. Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista, biður orðið. Já, við segjum ekki við þessu. Frú forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Já, tek undir og ætla ekki að fara að endurtaka orðið. Það er alltaf bara frábært að þessi búið að loka þessum samningi og þó minn hafi munnlega verið búin að ganga frá honum fyrr. Þá erum við hérna með afsölinn. Það hefði verið rosa gott að við hefði getað framkvæmt þennan stíg sem og margt annað en eins og við vitum öll hérna í salnum þá hefur næsta sveitarfélag og við höfum þurft að fresta fjárfestingum og framkvæmdum og þetta er því miður ein af þeim. Þannig að vonandi þegar að við verðum búin að full fjármagna okkur og við getum farið þá er þetta eitt af þeim verkefnum sem er á framkvæmda listanum og vonandi getum við komið til framkvæmda sem fyrstu auðvitað. En það er allavega búin að leysa úr öllum landaflækjum getum við orðað þannig að það er ekkert sem stoppar okkur þegar að framkvæmda geta hafist. Takk fyrir. Já, takk fyrir þetta. Eru fleiri sem vilja taka til máls í þessum lið? Ef svo er ekki, þá göngum við til atkvæða. Þeir sem eru samþykkir gefa merki. Samþykkt með öllum greiddum atkvæðum
og við felum bæjarstjóra að undirrita kaupsamning og afsal. Þá erum við komin í lið 2, það er Vesturbær, þróunarreitur, verslunar, þjónustu og íbúðabyggðar. Tillaga frá 15. fundi skipulagsnefndar frá 11. október, liður 5, Vesturbær, þróunarreitur, verslunar, þjónustu og íbúðabyggðar. Hans Heiðar Tryggvason frá Undra EHF í umboði eiganda og væntanlegra umboðsgjafa kynnti fyrir skipulagsnefnd Árborgar áform uppbyggingu verslunar og þjónustu auk íbúðasvæðis á reit sem afmarkast af Eyravegi, Fossvegi, Fossheiði og Gagnheiði Hagar. Ofangreindir aðilar óska eftir heimild sveitarfélagsins Árborgar í samræmi við 2. málsgrein 38. grein skipulagslaga númer 123/2010 til að hefja vinnu við deiliskipulagsgerð fyrir svæðið í áföngum. Í nánu samráði við sveitarfélag Árborg auk annarra hagsmunaaðila sem að málinu munu koma. Deiliskipulagið sem á skilgreindu miðsvæði í gildandi aðalskipulagi Árborgar 2020-2036 mun verða í samræmi við ákvæði þess. Skipulagsnefnd þakkaði fyrir kynninguna og lýsti yfir ánægju með metnaðarfull áform fyrir uppbyggingu íbúðahverfis, auk verslunar og þjónustu á svæðinu. Skipulagsnefnd samþykkti fyrir sitt leyti og lagði til við bæjarstjórn Árborgar að Undra EHF í umboði lóðarhafa á svæðinu og í umboði væntanlegra umboðsgjafa yrði heimilt að hefja undirbúning að deiliskipulagsgerð á sinn kostnað í samræmi við ákvæði 2. málsgreinar 38. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Yrði þá unnin skipulagslýsing fyrir svæðið í fyrsta fasa áður en til afgreiðslu deiliskipulagstillögu kæmi. Einnig yrði haldinn íbúafundur þar sem áformin yrðu kynnt með ítarlegum hætti. Skipulagsnefnd lagði áherslu á að vinna við lýsingu og deiliskipulagsgerð yrði unnin í nánu samstarfi við skipulagsnefnd, bæjaryfirvöld, mannvirkja og umhverfissvið Árborgar, hagsmunaaðila og aðra þá máli snerta. Þá yrði einnig sérstaklega hugað að áfangaskiptingu deiliskipulags og uppbyggingar. Og undir þessu er þarna heimildin og ég opna bara fyrir mælendaskrá, Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilnefnendur. Já, bara rétt að fylgja þess eftir frá skipulagsnefnd en fulltrúar Vesturbæjar hafa kynnt þessar grunnhugmyndir af verkefni fyrir flestum bæjarfulltrúum og fyrir komið með kynningu fyrir skipulagsnefnd. Og í rauninni vil maður bara fagna því að aðeins komi þetta snemmi í ferlinu, hefja samtalið og kynna þessar grunnhugmyndir og fara síðan þessa leið að óska eftir heimildir á nákvæmlega eins og á að gera það. Skipulagsnefnd eins og kemur fram tók vel í þetta og leggur náttúrulega áherslu á að þetta samtal verði gott og menn vinni það eins og lagt upp í bókunni. Margt sem á eftir að ræða og leggja upp í þessari tillögu en mjög spennandi reitur sem er að ræða sem bæði fellur undir miðsvæði og hluta til undir íbúðabyggð sem það sé hann skoði fram á því. En eins og kemur í inngangnum þá leggur skipulagsnefnd til við bæjarstjórn þetta er samþykkt og vildi ég bara fylgja því hérna eftir. Já, takk fyrir það. Álfheiður Einarsdóttir, bæjarfulltrúi Álsta, Jórsvæl. Frú forseti, bæjarfulltrúar, kæru íbúar og aðrir þeir sem eru að fylgjast með fundinum. Ég kem hérna til þess að lýsa ánægju minni með þessa ákvörðun skipulagsnefndar og þessi áform og sérstaklega kemur fram að þarna verði haldinn íbúafundur til þess að kynna þessi áform. Þetta er mikilvægur reitur í sveitarfélaginu þannig að ég tel enga vanþörf á því að kynna þetta sérstaklega fyrir íbúum áður en kemur að deiliskipulaginu sjálfu. Þannig að mér finnst það mjög jákvætt og ég held að við ættum að hugsa það að gera eins og við gerðum við breytingar á miðbæjarskipulagi að gera skoðanakönnun eða jafnvel íbúakosningu í sambandi við deiliskipulagi þegar það kemur svo í ljós. Takk. Á klapp á fundinu. Takk fyrir það. Ég held ekki. Nei, ég myndi gera það ef það var. Heyrðu, við höldum áfram með dagskrána, við erum í lið 2, Vesturbær, þróunarreitur, verslunar, þjónustu og íbúðabyggðar, fleiri sem vilja taka til máls.
Ef svo er ekki, þá göngum við til kosninga og þeir sem eru samþykkir þessu gefi merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er þriðji liður reglur félagslegar leiguíbúðir í sveitarfélaginu Árborg. Tillaga frá 5. fundi velferðarnefnda frá 10. október liður 6. Lagt er til samþykktar breytingar á reglum félagslegt leiguhúsnæði í sveitarfélaginu Árborg. Lögð er til hækkun á tekju- og eignamörkum. Velferðarnefnd tók undir tillögur starfsmanna velferðarþjónustunnar hækkun tekju- og eignamarka í reglum félagslegra leiguíbúða í sveitarfélaginu Árborg. Taldi velferðarnefnd einnig mikilvægt að tengja tekju- og eignamörk við reglugerð nr. 183/2020 stofnframlög ríkis og sveitarfélaga, húsnæðis sjálfseignarstofnanir og almennar íbúðir. Velferðarnefnd samþykkti reglurnar fyrir sitt leyti og lagði til að bæjarstjórn samþykkti þær. Og undir þessu eru fylgiskjöl, það er minnisblað og reglurnar fyrir og eftir breytingu. Og þeir sem ég hef opnað fyrir mælendaskrá og Helga Lind Pálsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista hefur beðið orðið. Frú forseti, bæjarfulltrúar og aðrir áheyrendur, ég ætla bara rétt að fylgja þessu eftir og útskýra hvað máli snýst. Í reglum félagslegt leiguhúsnæði þá er talað eigna- og tekjumörk, þar sem sagt þú fellur, mátt ekki vera með yfir ákveðnar tekjur eða yfir ákveðnar eignir til þess að fá að vera á biðlista yfir félagslegt leiguhúsnæði. Við höfum ekki endurnýjað þessar upphæðir síðan held ég 2019, þannig að þetta var vel tímabært. Og nú erum við sem sagt að tengja þetta við reglugerðin sem kom hérna fram áðan. Þannig í raun og veru þess að við gerum að tengja þetta reglugerðin, þá fylgjum við þessari hækkun eins og reglugerðin kveður á Reglugerðin vildi fara aðeins hærra, við tökum 80% reglugerðinni en ekki 100% hvað var það eigna- og tekjumörk. Og svo endurskoðum við það árið liðnu og við erum í raun og veru að gera þetta bara til þess að aðeins að finna, taktinn, hvað gerist ef að hækkun þessi eigna- og tekjumörk upp í þetta sem er kveðið á hér. Þannig já. Takk fyrir þetta. Eru fleiri sem vilja tjá sig reglur félagslega leiguíbúðir í sveitarfélaginu Árborg? Ef svo er ekki, þá göngum við til atkvæða. Þeir sem eru samþykkir reglum virðist gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það bara fjórði liður, það eru fundagerð skipulagsnefndar, 14. fundur haldinn 27. september. Er einhver sem vill taka til máls þeim lið? Ekki, þá er það 5. liður, það er menningarnefnd, 3. fundur haldinn 27. september. Er einhver sem vill taka til máls undir þeim lið? Þá er það 7. liður, það er bæjarráð, 57. fundur haldinn 5. október. Einhver sem vill taka til máls? Þau Einarsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista. Já. Það hefur verið óskað eftir fundarhlé, þannig að það þarf að rjúfa. Þá getum við hafið handa aftur. Álfheiður Einarsdóttir, bæjarfulltrúi A-lista hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Takk fyrir forseti. Ég kem undir fundagerð bæjarráðs 57. fundi undir lið 3. Ég lagði fram fyrirspurnir mjög ítarlegar í sambandi við nýja deild sem var stofnuð stafræna þróun, stefnumótun upplýsingatækni og tölvudeild sem var lögð niður og allt sett í útvistun. Og ég fékk, það tók dálítið langan tíma að fá svör við öllum þessum fyrirspurnum, en
á bæjarráðsfundinum þá lagði ég hérna fram bókun og ég ætla með leyfi forseta að fá að lesa upp bókunina hér á þessu fundi. Af svörum við fyrirspurnum mínum breytingar á UT-deild sem lögð var niður og ný deild stofnuð stafræna þjónustu má ráða að ekki hafi verið nýtt fagleg vinnubrögð breytingastjórnunar. Skortur hafi verið á vönduðum vinnubrögðum, klaufaleg samskipti ásamt óheppilegum lausnum sem voru til þess fallin að valda óþarfa særindum og niðurlægjandi upplifun. Málavextir eru þeir að ný deild stofnuð stafræna þjónustu og í kjölfarið var notendaþjónusta, rekstur og hýsing tölvugerðar sveitarfélagsins útvistað og UT-deild lögð niður. Í fyrri breytingum snerið að málefnum UT-deildar og stafrænni þróun voru gerðar breytingar og í kjölfar þeirra komu upp samskiptavandamál sem ekki var unnið nægilega með. Þá var stefnumótun að vinna unnin af stjórnendum hjá sveitarfélaginu en starfsfólki haldið frá þeirri vinnu. Meiri hluti þeirra stjórnenda sem komu að stefnumótun hafði enga reynslu af UT-málum eða stafrænni þróun. Þetta olli óánægju. Ekki enn komin í ljós fjárhagslegur ávinningur af þessum breytingum. Ekki þess að sjá að rafræn sjálfsafgreiðsla í gegnum vef hafi aukist. Vefur sveitarfélagsins enn ekki nógu góður þrátt fyrir nýju deildina og stefnumótun. Bæjarfulltrúi álista sér sig knúinn til að lýsa yfir djúpstæðum vonbrigðum með vinnubrögðin sem viðhöfð voru og vill að bæjarbúar séu upplýstir vinnubrögð sveitarfélagsins Árborgar í máli þessu sem stjórnvald en ekki síður sem vinnuveitandi. Álfheiður Einarsdóttir, bæjarfulltrúi álista. Þetta bókunin og ég vildi svo í kjölfarið koma því á framfæri að ég með útistandandi fyrirspurn varðandi uppsagnir sem við fórum í fyrra á árinu vegna þess að það var komið að máli við mig og kvartað hvernig var staðið af þeim og ég hef ekki fengið svörin vegna þess að við keyptum í raun og veru mannúðs ráðgjöf sérstaka fyrir þær uppsagnir og ég hef ekki fengið svörin ennþá en ég fengi kvartanir yfir því hvernig staðið var að þeim og ég kem þá til með að ræða það frekar þegar ég fæ svörin þeim fyrirspurnum. Takk. Takk fyrir þetta, Álfheiður. Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista beðum orðið. Forseti bæjarfulltrúar og aðrir tilnefnendur, já, rétt undir þessari fundargerð til að vekja athygli á mál númer 13 þar sem var verið að taka fyrir niðurstöðu á útboð og byggingarétti fyrir iðnaðarlóðir í Víkurhöfðinni en sveitarfélagið auglýsti núna fyrir haust til sölu 8 lóðir byggingarétti á 8 lóðum iðnaðarlóðum við Víkurhöfða og Selfossi. Það komið tilboð í 3 sem var mjög jákvætt að voru yfir í rauninni lágmarksverð og í framhaldinu verið að koma fyrir inn á heimasíðunni að þær lóðir sem eftir eru til sölu þannig að áhugasamir aðilar sem vilja koma að uppbyggingu iðnaðarhúsnæðis á svæðinu geta náð sér í lóð sem eru til sölu hjá sveitarfélaginu. Vildi bara vekja athygli á þessu. Takk fyrir þetta. Er fleiri sem vilja tjá sig undir 7. lið bæjarráð 57. fundi? Ef svo ekki, þá það 7. liður, það ungmennaráð, 12. fundur haldinn 27. september, einhver sem vill taka til máls. Og ef svo ekki, þá erum við komin í 8. lið bæjarráð 57. fundur haldinn 12. október, einhver sem vill tjá sig undir þeim lið? Ef svo ekki, þá dagskrá fundarins tæmd og fundi slitið. Hvenær verður fundur sem